Já, komið sæl og velkomin í 21 umræðu og fréttaþátturinn okkar hér á Hringbraut. Við slökum reyndar svolítið á fréttatauginni í kvöld, svona rétt fyrir jól. Sigmundur Ernir ætlar að skoða á eftir sólarúrið til forna með góðum gesti. Hvernig maðurinn hefur farið af því að mæla tíma á árstíðir, dag og nótt. Nú Björn Jón Bragason fær til sín Pál Kári Pálsson með bók Athafnamannsins, kannski jólabók einhverja, draumabók einhverja þessi jólin, og kvintettinn Olga verða hér í myndveri í lok þáttar, prúðklæddir. En fyrst það ein af helstu jólabókunum í ár. Sigríður Hagalín Björnsdóttir sendir frá sér aðra skáldsögu sína núna jólin sem nefnist Hið heilaga orð, og hér eins og áður á ferð frumleg bók og djörf, bók sem sækir lengi á mann eftir lesturinn. Og viðtökurnar hafa verið mjög góðar og Sigríður Hagalín, velkomin til hamingju með viðtökurnar. Takk fyrir, kærlega. Til hamingju með góða bók. Sko, þetta spennandi saga, en ekki spennusaga, hefðbundin. Og sko, það erfitt að tala söguþráðinn án þess að kjafta frá miklu. Þannig stytti mér leið og tók bara það sem stendur aftan á, að ung kona, Edda, hverfur af heimili sínu frá nýfæddu barni og bróðir hennar, Einar, sem leiðsögumaður í laxveiðiám. Hann fenginn til að fara út í heim til New York til þess að leita að henni. Þau eru hálfsystkini, fæddust með stuttu millibili, eiga sama pappa, en ólust upp hjá mæðrum sínum sem bjuggu saman. Já. Já, ég vil ekki segja meira, en hvernig sögu lagður upp með að skrifa? Mér langaði til þess að skrifa fjölskyldusögu, kannski fyrst og fremst. Mér langaði til þess að skrifa svona fjölskyldudrama, og þessi saga af þessum tveimur ungu konum sem verða báðar óléttar eftir sama mannin þannig svipað leyti og búa síðan saman. Þetta er gömul hugmynd sem eiginlega bara fyllt mig síðan ég var unglingur og algjörlega byggð á misskilningi. Ég hélt að krakkar sem voru með mér í Hagaskóla ættu sama pappa en sitt hvort sína mömmuna og hefðu verið alin upp saman, af mæðrunum. Já. Og svo reyndist þetta bara að vera einhver vitleysa, eitthvað bölvarugl, en ég var búin að ákveða þetta? Já, ég var búin að ákveða þetta einhvern veginn og búin að ímynda mér svo sterkt þetta heimilishald, hvernig það hefði verið, og það var að gera að nota það í sögur því þetta reyndist vera bara einhver vitleysa. En þetta saga systkinanna og saga þessara mæðra og náttúrulega og svo milli barna og foreldra. Sko, hann lesblindur, hann Einar. Já. Hún lestrarhestur með límheila. Já. Og þarna kemur þetta fyrir bara oflæsi. Já. Sem að ég bara aldrei heyrt áður. Og sko, þetta svona, já, oflæsi, þetta hamlar henni. Já, sko, þetta til. Þetta ákveðin tegund af innhverfu sem lýsir sér raunverulega bara þannig að krakkar verða algjörlega helteknir á lestrinum. Þetta eru oft krakkar sem að verða læs mjög snemma og kenna sér jafnvel sjálf að lesa áður en verða 3 ára gömul, hafa þennan ofboðslega hæfileika til að fókusera á lesmálið, en eiga mjög erfitt með samskipti út fyrir bókina. Og ég raunverulega veit, þetta lítið rannsakað, ég veit bara vinkona mín barnasálfræðingur, þannig ég veit þetta til, þetta ekki bara einhver vitleysa. En þetta svona andstæðan kannski við lesblinduna? Þetta svolítið pínulítið 2 hliðar á sama peningnum. Já. Þú veist, þó það sé kannski ekki alveg búið að finna út úr því, en mér langaði til þess að skrifa börn sem eiga í mjög flóknu sambandi við ritmálið. Og annars vegar, bróðirinn náttúrulega hann glímir við mjög erfiða lesblindu, finnur mjög mikið fyrir henni, og þetta hefur áhrif á náttúrulega líf hans og sjálfsmynd, þess að þetta gerir hjá krökkum sem eru mjög lesblind. Og við þekkjum öll krakkar sem eru svona, eða fólk sem svona, sem hefur mikla hæfileika, kannski óvenjulega hæfileika, en svona svolítið dæmt til þess að standa fyrir utan samfélagið. Já, heldur betur, já. Af því að samfélagið sem við búum í svo ofsalega byggt á textanum og lesmálinu, og til þess að geta bara mennta þig og komist áfram, þá þarftu raunverulega að mastera þetta, þú þarfst að hafa bara ritmálið á þínu valdi. Já, en það sko, hann hefur félagshefnina, en hefur ekki ritmálið á sínu valdi, hún akkúrat hinum megin. En þannig bæta þau hvort annað upp og verða náttúrulega alveg nánari en systkin eru yfir höfuð eiginlega. Já, þau verða eiginlega eins og ein manneskja. Já. Og raunverulega bæta hvort annað upp. Hjálpast að, alla leið. Þau hafa bæði þessa erfiðu bresti, hvort sig, en saman þá funkar þau alveg. En svo náttúrulega gerist það þegar þau verða eldri að
þetta samband það svona breytist og brotnar aðeins upp úr því og þá svona eiginlega verður til svolítið dramað í sögunni. Sko þegar hún fyrir að vera unglingur, sko hún þjáist gífurlega út af þessu og fer svolítið í svona, hvað maður fær einhverja sjálfsæðingahvöt og hún að reyna að vera með og eiga vini og eitthvað svoleiðis og kemur nú fljótlega í ljós þarna, hún verður Snapchat stjarna og sko, ertu að meininga með því? Ertu að segja að það sé kannski örvæntingafull tilraun fólks til þess að ná samskiptum við aðra? Mér fannst eiginlega bara aðalega gaman að velta fyrir mér sko, ég meina við náttúrulega notum flest samfélagsmiðlana og ég ekkert að halda því fram í bókinni að þetta sé einhver sko eitthvað forheimskunartæki eða neitt svoleiðis. Þetta virkar ekki þannig á mann. Nei. En það verður svona þessi ýktamynd. Hún verður náttúrulega svolítið ýkt og hún náttúrulega kannski, ég veit það ekki, kann ekki alveg að draga mörkin eða hvernig sem það er. Það er allt sett út sko. Og raunverulega sko þá er þessi bók líka dálítið þessar sko, hvað ég var að segja, þessar upplýsingabyltingar sem við höfum farið í gegnum og svo fyrsta verður náttúrulega þarna fyrir hvað 6.000 árum þegar ritmálið er fundið upp og þá verður bara þessi grundvallar breyting á manninum við tilengum okkur þessa tækni að læra að lesa og skrifa, að vísu bara einhver pínulítil elíta. En eins og Sókrates svarar við þessu fyrir 2400 árum að þetta er eftir að hafa slæm áhrif á mannsheilan og að hafa þessi forheimskandi áhrif að lesa og skrifa vegna þess að þá munum við ekki hlutina, við fáum bara það eina sem við getum eftir það er að við kunnum að rifja hlutina upp og hinn raunverulega viska muni hverfa þegar hún verði geymd í bókum. Að þá hverfi hún úr mannshuganum og hverfi inn í bækurnar. Og hefti sköpun og hefti samskipti. Og þetta er svo skemmtilegt vegna þess að þetta eru nákvæmlega sömu ræðurnar við heyrum í dag þegar þessi textar þetta samband okkur við ritmálið er að taka þessum breytingum núna. Við erum svolítið að fjarlægast bækurnar og þetta er að taka á sig einhverja aðra mynd í gegnum þessa stafrænu tækni getum við sagt. Að þá heyrast aftur sömu varnaðarorðin og þetta er forheimskandi og kemur til með Sókrates og hann. Já, og ég meina auðvitað, við erum alltaf, þetta eru mikilvægustu hlutir í heimi og þetta er sjálfsagt að hafa áhyggjur af þeim og það er sjálfsagt að ræða það. Sko, þú ferð þarna inn í svona þessar félagsfræðilegu pælingar náttúrulega ritmálið og hvernig það breytti þjóðfélögum og svo ertu líka með svona líftæknivísindi hvernig heilinn, sko heilabörkurinn og vinstra heilahvelið stjórnar hvað er það ekki, skilningi og... Já, sko, vinstra heilahvelið, sko, nú er ég ekki Það stóð eitthvað einmitt í bókinni. Já, ég er ekki sérfræðið þetta. En, og auðvitað, sko, ég tek það fram, sko, náttúrulega, þetta er skáldsaga. Ég tek mér ákveðin skáldaleyfi þannig að það þýðir ekki að lesa þetta. Já, ekki fletta þér upp. Þetta er ekki svona eitthvað kort einhver leiðavísur mannsheilan, sko. En eins og þetta er lagt upp, þá er vinstra heilahvelið, það er þessi, sko, það er rökhyggjan og hæfileiki okkar svona til þess að lesa úr táknum og draga svona ályktanir af þeim og svo gerist í vinstra heilahvelinu meðan hægra heilahvelið er meira þessi gamli skapandi hluti heilans. Og sem sagt, ég kannski legg svolítið út frá því í bókinni að vinstra heilahvelið hafi svolítið tekið yfir þegar við erum svona háð ritmálinu. Já, það er einmitt, sko, þú ert að skrifa náttúrulega ritmálið hafi ekki verið, sko, frelsun manna og þessi kannski framför heldur hið gagnstæða, sko kúgunartæki eða aðskilnaðarafl sem skilur fólki sundur eins og þá bæði Einar og Eddu með sikkurum formerkjónum. Já, kannski. Þú veist, þetta er náttúrulega eins og segir hérna í tilvitnun í upphafi bókarinnar að þá er og þetta er tilvitnun í mannfræðinginn Claude Lévi-Strauss og hann segir tilgangur ritmálsins er fyrst og fremst að hneppa annað fólki ánauð sem er dálítið byltingakennd hugmynd. Mjög svo. Ég las þetta og hugsaði býttu, var ritmálið ekki bara byltingin sem að koma okkur sko en þegar maður hugsar það, þá er þetta náttúrulega fyrst og fremst, þetta er fundið upp af skattheimtumönnum og konungum í fornöld til þess að ná bara til þess að stýra óboðslegum fjölda manna. Fyrsta skiptið með leið þú hefur þess að þörfa að stjórna og heimta skatt af mörgu fólki, þá þarftu náttúrulega að geta haldið bókhaldi yfir það. Þú þarft að hafa einhvers konar tákn eða eitthvað til þess að gera. Þannig að fyrstu mörg þúsund árin er þetta náttúrulega bara þannig. Þetta er elítan sem notar þetta til þess að stýra líðnum og bæði... Og veist þú, þetta er kúgunartæki? Kúgunartæki eða skipulagningartæki. Við ætlum að vera, þú veist, vera pínu svona hlutlæg. En það var pólitískur áður, já, einmitt. En svo náttúrulega verður þessi bylting sko þegar prentvélin er fundin upp. Já. Og þá verður til þessi byltingakennda hugmynd að allur almenningur eigi að geta lesið. Það sé ekki bara prestarnir og konungarnir sem eigi að hafa stjórn á þessu tæki heldur eigi allur almenningur að
fyrst og fremst náttúrulega lesið Guðs orð. En svo náttúrulega hefur það þessar ófyrirsíðu afleiðingar leið og fólk er farið að lesa og skrifa, þá er það svo auðvelt að dreifa upplýsingum og allt í einu kemur, stöndum við frammi fyrir lýðræðinu og öllum þessum, og bara upplýsingunni og öllum þessum breytingum sem hafa náttúrulega fylgt í kjölfarið. Og það er náttúrulega skilnaðan milli þeirra sem geta náð tökum á ritmáli og hinum. Algjörlega, og það er náttúrulega lýðræðið og þetta nútíma samfélag er náttúrulega algjörlega háð ritmálinu. Þú raunverulega getur ekki tekið þátt og þú getur ekki aflaðir upplýsingar nema að hafa náttúrulega aðgang að ritmál. Þannig þetta tæki kannski ekki svo gott þegar allt kemur til alls fyrir mannkynið en samt hugmyndin og flókin. Ég er textamanneskja. Ég veit það, ég var pínu hissa á því. Pínu krítisk þarna, þá náttúrulega ég held að eins og til dæmis sambandi við lesblinduna, ég held að það geta allir lært að lesa á endanum. Það tekur mislangan tíma og fólk hefur svona, þarf að fara mislangar og flóknar leiðir í gegnum heilan á sér til þess að læra það. Einar fer á námskeið síðan. Já, hann lærir að lesa. Nú erum við fann að segja mikið. Ég kom næsta, ég verði samt að spyrja þig. Mæðurnar tvær, þær minna mann á svolítið sterkar kvenpersónur eins og til dæmis Kristín Marja Baldursdóttir hefur skrifað. Þú kannski heyra til fyrsta sinn, en þetta var það sem ég var að hugsa. Ertu meðvituð hverjir hafa áhrif á þig sem rithöfund? Nei, ég það bara alls ekki. Ég víða að? Já, ég veit ekkert hvaðan þessar konur kom og það er eitt af því sem er bara mjög skemmtilegt og áhugavert að byrja að skrifa svona seint þegar maður er komin yfir fertugt. Allt í einu ég er búin að skrifa alla mína svona fagli og ævi getur við sagt, en bara hagnýtan texta og fréttir og svoleiðis. En svo þegar maður sest niður og fyrir að skrifa skáldskap, að það flæða einhverjar persónur út úr höndunum á manni, bara niður í lyklaborðið. Já. Sem að bara mér fannst mjög áhugavert að kynnast þessu fólki. Já, en ég veit ekkert hvaðan þær koma. Það eru ekki skýri karakterar. Það eru ekki byggðar á neinu nema bara einhverju sem hefur orðið til og ég held að bókin náttúrulega, hún tekur bara svolítið af manni völdin þegar maður er að skrifa. Já, en þetta eru pælingar og þetta eru líka karakterar sem að, þú veist, þeir eru alveg marga daga og eftir inn í höfðin á manni og þannig ég verð að segja að ég get heils vegar mælt með því að lesa þessa bók og það er spurning, ertu með nýja bók í smíðum þá strax? Ekki enn, nei. Ég ætla nú að gefa þessar að ég var að klára hana, þannig að ég ætla að gefa því að það verður vonandi. Já. Einhvern tímann. Já, ég er fastlega við því þú ert byrjuð og það verður kannski ekkert stoppað. En Sigríður Hagalín Björnsdóttir sem er betur þekkt sem fréttamaður en er hér sem rithöfundur. Takk kærlega fyrir að koma. Takk fyrir. Og við höldum áfram eftir smástund. Gefðu gjöf frá frægustu hönnuðum heims. Epal. Sennheiser heyrnartól, hljóðnemar og byltingakenndir hátalarar. Ótrúlegt úrval, magnaður hljómur. Komdu og prófaðu. Paff, hljóðdeild, Grensásvegi. Fallegar vörur fyrir þig og þína. Íslensk hönnun og vistvæn framleiðsla. Lean Design, lífstílsverslunin þín. Ljósmynda söngljóðabók, líka á Spotify. Já, 75 ljósmyndir og söngljóð, lögin sungin á Spotify. Tindur. Gætum að hjarta landsins. Ævintýri úr 1001 nótt. Heillandi ævintýraheimur Austurlanda. Sinbad sæfari, Aladdin og Alibaba eru komnir aftur. Sendu ljósmyndir beint í Wi-Fi myndaramanna frá Svíks með einföldu appi. Computer.is skipholti 57. Gandreið á Geimöld er seinna bindi af sjálfsævisögu Ragnars Arnalds, fyrrum þingmanns og ráðherra. Tindur. Þú finnur jólagjöfina hennar hjá Hrafnhildi. Glæsilegt úrval af vönduðum sparikápum og hlýjum dúnúlpum hjá Hrafnhildi. Ívar Hauksson kynnir sérsniðnar golfferðir til Spánar allt árið á Mar Menor. Allar upplýsingar á Facebook. Minni matarsóun og meiri sparnaður.
Veldu réttina í þinn matarpakka hjá 12 og elda. 12.is. Jón Gunnarsson eftir Jakob F. Ásgeirsson. Einstaklega læsileg og fróðleg ævisaga merkan brautryðjanda. Ugla. Glæsileg skötuveisla í hádeginu dagana 21., 22. og 23. desember. Bergson R.E. Sælu rafmagnsbílarnir sem seldust upp í fyrra náðust fyrir jól. Verð frá 15.900. Coffee and Fun á Ingólfstorgi. Það á þessum ágæta ástíma sem menn leggjast í bækur, allskyns fræði og stúdíur, einmitt á myrkasta tíma ársins þegar sólin hvað lægst á lofti, þá viljum við vera undir klæðum og lesa og lesa. Og ein af þeim stúdíum sem eru hvað markverðust þau hvernig menn hafa tamið náttúrunni í kringum sig frá aldaöðli og komið sér niður á þeim stöðum sem þeir hafa numið. Pétur Halldórsson hefur stúderað þessi fræði langt árabil. Þau eru kennd við Einar Pálsson, fræðimann, sem var að reyna að átta sig á því á hans tíð hvernig til dæmis landnámsmenn Íslands fundu sér stað í náttúrunni með við höfuðáttir, með við dagrenningu og náttmál. Og þetta ofboðslega heillandi stúdía og við getum varpa strax upp mynd af því hvernig til dæmis menn fundu sér stað á Suðurlandi þegar þeir komið til landsins. Segðu okkur frá því. Þetta sennilega ævafornsíður. Var hún 1000 ára gamall þegar Ísland numið. Hann hefst sennilega í Indlandi eða við svona norðurjaðar hitabeltisins. Og sama aðferð notuð allstaðar? Já, allstaðar. Menn þurftu að, þegar mannkyn hættir að elta stýr sléttur Evrópu eða Afríku eins og ljónin gerir í dag, þegar maðurinn sest niður og byrjar að halda dýr og rækta og búa sér til mat þannig, þá þarf hann að þekkja árstíðirnar og hann þarf að þekkja sólargang og stjarnhimin vel. Og hann, mannkyn, skulum við segja, menn, þeir búa sér til einhvers konar heim þegar þeir setjast svona niður. Og þessi heimur var stikaður náttúrulega í allar áttir í upphafi. En smám saman kemst á þetta eitthvað skikk. Það verður til kerfi. Akkúrat, það verður til kerfi. Og þeir finna, þeir búa sér til 4 horn veraldar. Þeir búa sér til síðan höfuðáttirnar, þeir átta sig á því að stjarnhiminn hreyfist allur yfir þeim, en hann hreyfingarlaus á vissum stað og það í norðrinu, sem lágt á himni fyrir sunnan, en mjög hátt á himni hérna á Íslandi. Þeir búa sér til einhvers konar svona kerfi og þessi þekking, hún berst norður eftir Evrópu í 1000 ára og hún endar í faktist hér upp á Íslandi. Og þegar landnámsmennir koma hingað til lands, þá beita þeir þessar aðferð til að koma sér fyrir, ná áttum, vita svo sé hvar dagur byrjar og hvar hann endar. Tökum einmitt Suðurland sem dæmi, þar þessi tímakross, ef svo má segja, til staðar. Já. Fyrstu menn sem koma hingað, þeir náttúrulega stika landið í allar áttir, margar kynslóðir sannlega. Og þeir, það sem sammerkt öllum þessum heimsmyndum að þær eru stikar á flatlendi og það eru óslendi. Landeyjar hinna stóru fljóta. Vegna þess að, bæði það vegna þess að það besta moldin og það dyggilegast að vera. Og hér á Íslandi hafa þeir sennilega ferðast all landi árið þeir koma sér niður á Suðurland sem einhvers konar stað til þess að byggja. Og þeir byggja náttúrulega all landið, en þarna eru höfðingjarnir sennilega. Og með höfðingjarnum kemur þessi innvígða þekking sem felur í sér að mæla landið á vissan hátt. Og þetta allstaðar gert eins og það alveg undarlegt, óskaplega heillandi að frá á Suðurlands undirlendinu finna þeir sér einhvern stað til þess að mæla út frá. Það einhvers konar miðja. Miðpunktur. Miðpunktur. Þar eru líka grafreitir og þar einhvers konar þingstaður.
þar sennilega hafa menn komið sér saman, allir þessi þjóðarbrot sem byggja íslensku þjóðina, til þess að búa sér til sammerkt almanak og tímatal og áttavísi. Og það steinkrossinn í Heklufhrauni á Suðurlandi. Þaðan vissi vegalengd í allar áttir að sólarupprás og sólarlagi, sólsetri á vetrar- og sumarsólstöðu. Þetta eru þeir punktar í þeirra heimi sem þeir þurfa bara að hafa á hreinu. Og allt miðað út frá þessu? Allt miðað út frá þessu. Þeir eru búin að finna þá norðrið beint á milli sólseturs og sólarupprásar og sumarsólstöðu. Í norðrið eru beint þar fyrir ofan. Og suðrið náttúrulega í hina áttina, beinaði, sól og stjörnur vísa þessa leiðir. Og þegar þú hefur allt þetta í kvallinum, þá má segja þú ratir og vitir allt landi sem þú þarft að vita. Þetta þetta nýja land. Þetta svona þessi mæling sem menn þurfa að hafa í hugunum. Áður en öll vísindi kom til söguna sem hjálpuðu þeim síðan meir. Sami kross verður til í Reykjavík? Já. Sama kross finn ég allan heim. Þetta alls þar eins. Í Reykjavík, það mjög sennilegt að enskir menn hafi gert þetta upphaflega. Norrænir menn gerðu þetta líka, en þeir voru orðnir kristnir þegar þeir koma hingað. Það að segja, það var allt orðið mjög kristin, Evrópa var orðin kristin þegar þeir koma, til þess að forðast, til þess að komast í burtu með sína gömlu þekkingu og vera í friði og skjóli frá yfirvaldi sem var orðið mjög íhlutanasamt og frekt. Og þeir samsamast hérna og smám saman, og þeir byggja sér þing á þingvöllum sem mælt út frá þessari tölvísi. Og smám saman vinnur kristni náttúrulega yfir. Og hérna, þetta nú eiginlega einhvern veginn svona. Og við sjáum þennan kross í Reykjavík. Já, krossinn í Reykjavík, hann sennilega tekinn á Landakotshæðinni. Það miðpunkturinn? Það miðpunkturinn. Við svona miðpunkta eru elstu grafreitir yfirleitt, alltaf. Þannig að elsti grafreitur okkar Reykvíkinga þarna í Kvosinni undir Landakotshæðinni. Sem við erum að eyðileggja núna með hótelbyggingum. En hérna, ef þú stendur á Landakotshæðinni, þú sérð eiginlega ekkert lengur þar út af trjám og byggingum, en það gott að fara upp í turnin í Landakot, á spítalanum hérna. Og þá sést að sól sést á bak við Keili á jólum, eða á vetrarsólstöðu. Hún rís aftur við Kleifarvatn, það sem heitir, stólugur mér, þetta á kortinu. Og síðan nákvæmlega í hina áttina, þá sest hún við ystu sker Akranes á sumarsólstöðu. Og hún rís við Saurbæ, fyrir ofan Saurbæ á Hvalfjarðarstöðum á sumarsólstöðu þann sama dag. Þetta svona 3 daga tímabil. En og staðir virðast taka sér einhvers konar helgi út frá þessum þessum náttúrulega takti, Og þetta flutt inn hingað til lands frá Evrópu og við getum til dæmis farið bara til Rómar, eða Róms, eins og við fórum hérna í gamla daga. Og það þessi kross líka. Augljós. Þetta nærri því orðið þannig að ef þú sýnir mér elsta grafreit þjóðar, þá skal ég sýna þér sólúrið þeirra, sem mælt nákvæmlega eins. 216.000 fet engin smá vegalengd, þetta 66 kílómetra ás. En þetta sennilega það rými sem mannshugurinn þarf þegar hann nemur nýtt land. Og þetta það kerfi sem kemur mönnum fyrir á hverjum stað. Og eins og í Róm, þá þessi elsti legstaður í miðjunni og krossinn vísar út frá honum í Róm. Og svo þetta líka á Englandi. Í Róm þetta út frá elsta grafreit Rómarsvæðisins, sem grafreitur Etrúska. Og þeir voru heimsveldir þarna sem byggði þetta ból á undan Rómverjum.
Í London er þetta þannig, í Somerset er þetta þannig að elsti grafreiturinn er löngu horfinn steinhringur inn á miðri lóð lengst upp í sveit út á Akri sko og hann heitir The Devil's Bed and Bolster. Það má hugsa sér sko vegna þess að við kristni að þá eru allir heiðni siðir eyðilagðir, skekktir, brenndir. Þannig að það má hugsa sér að þetta hafi heitið sko The Bed and Bolster fyrir þá sem voru grafnir. En svo þegar kristinsiðið kemur að þá má alveg ímynda sér að það eru settið The Devils fyrir framan. Bara þess að þú færið þangað aldrei vegna þess að þú náttúrulega máttur ekki grafa þína þar. Sko. Þú varst að fara með það yfir hæðina og grafa það í kirkjunni. En standandi þar á þessum stað þá sker nákvæmlega sömu náttúru undrin eins og á Steinkrossi á Suðurlandi. Þú mælir 108, helmingin af 216.000 fetum, sem eru 108.000 fet, sem eru 33 km. Þú mælir það að sólsetri á vetrasólstöðu. Þar á að vera Bergþórshvoll á Íslandi, en þar er Glastonbury í Somerset. Það stendur á The Devil's Bed and Bolster. Þú mælir síðan í dagreiningu, þá rís sól aftur, og þá rís hún við Goðastein á Íslandi, en þessi staður heitir Stonehenge, The Devil's Bed and Bolster. Og svo býður í hálft ár og þá koma sumarsólstöður, þá sest sól við Bristol og hún rís við Avebury. Þannig að þú veist, elstu steinstruktúrar, steinaldar sem við þekkjum hér á norðurslóð, í Evrópu þekktist, þeir eru byggðir á hnitum þessa kerfis. Og síðan fellur allt í gróp. Þú stendur þarna og hvar rís sól á hádegi, þegar þú stendur á Devil's Bed and Bolster, hún rís nákvæmlega í hásuðri og þangað mælur síðan 36.000 fet, sem eru 11 km. Og þar er sko Ásfell í Hafnarfirði, ef þú stendur á Landakotsreyknum. Og þar er Helgafell á Rangárvöllum, ef þú stendur við Steinkross í miðjunni þar. En þar er fell sem heitir Heaven's Gate í Englandi. Og síðan mælur þaðan sko austur og vestur. Og þá ertu komin með dagatal, kerfi sem þú getur búið við aldur og ævi, þannig að það breytist aldrei. Og þú komin með höfuðáttirnar. Og þú þarft ekki að vita meira. Síðan fer það átt að því að býta hvar eru bestu fiskimiðin, hvar eru bestu átnar og bestu hagarnir og svo framvegis. Og getur svona fundið þig í umhverfinu vegna þess að þú ert búin að staðsetja þig með þessu kerfi. Leið ertu komin með allar leiðir og allt á hreinu. Pétur Halldórsson, dásamlegt að deila þessum fróðleik með þér og njóta hans og það er í mörg horn að líta þegar það kemur að náttúrunni en þessi horn voru fundin upp af áum okkar fyrir mörg þúsund árum. Gaman að stúdera þetta. Þakkum fyrir okkur að sinni. Ef þið viljið súper díl á potti, persónulega góða þjónustu og mannleg samskipti og ég og Hafsteinn tilbúin til þess að veita ykkur það. Alltaf. Heiti potta.is Höfðabakki. Frábær jólatilboð í Rúmfattalagadum. 20–40% afsláttur á öllum sængum, koddum og sænguvörum. 20–40% afsláttur á öllum rúmum, dýnum og yfirdýnum. 25% afsláttur á öllum handklæðum. Rúmfattalagarinn, aðeins ódýrari. Lúxusgisting í fallegu friðsælu umhverfi. Láttu drauminn rætast með gjafabréfi á Hótel Grímsborgir. Gleðileg jól. Í Kokku finnurðu fallegar og nytsamlegar gjafir fyrir fagurkeran, sælkeran og byrjandan. Kokka Laugarvegi, kokka.is. Gefðu einstaka upplifun jólin, krauma.is og tix.is. Ennisljós með breiðum geisla, hreyfiskynjara og rauðri lýsingu. Lýst upp skammdegið með skammgrip. Fossberg. Sælu rafmagnsbílarnir sem seldust upp í fyrra náðust fyrir jól. Verð frá 15.900. Coffee and Fun á Ingólfstorgi. Gefðu heilsubót jólin. Sundkort er góð jólagjöf. Upplýsingar á itr.is. Sælir sjónvarpsáhorfendur og velkomin aftur. Nú er nýútkomin bókin Handbók athafnamannsins eftir Pál Kári Pálsson og ég hef fengið hingað til mín höfundinn, Pál Kári Pálsson, verkfræðing og framkvæmdastjóra. Þú gæti kannski sagt okkur aðeins fyrst
fyrir hvernig þessi bók? Já, sæll Jón Björn, takk fyrir að bjóða mér. Blessaður. Ánægilegt að koma til ykkar. Bókin hugsuð sem svona verkfærakista fyrir alla sem að hafa löngun til að láta drauma sína á sviði viðskipta rætast. Og hún hentar þar af leiðandi mjög vel fyrir starfandi fyrirtæki, stjórnendur í starfandi fyrirtækjum og stofnunum, líka fyrir frumkvöðla og vísindamenn sem eru að leggja á ráðinum að þróa einhverja nýjar afurðir eða lausnir sem þeir sjá fyrir sér að geti þjónað neytendum. Já, þetta er sem sagt, það er verið að kenna fólki að gera rekstrar og viðskipta áætlanir. Já, þetta er eiginlega, bókin byggist þannig upp að þú bara byrjar fremst í bókinni og svo ferðu bara í gegnum hana og það er alls konar líkön sem þú notar þegar þú vinnur að þínu verkefni. Henni fylgir síðan hefti með 3 fullmótuðum viðskiptaáætlunum. Í hverri viðskiptaáætlun er síðan rekstraráætlun. Þannig að það er oft vísað í þessar viðauka skýrslur, þessar viðskiptaáætlanir. Þannig að þetta er svona handbók, þetta er eina svona kit, eins og sagt er, sem maður keypti þegar maður var lítill, svona að smíða flugvél úr balsa. Þetta er svona að þú bara færið eitthvað í hendurnar, verkfærakistu og svo bara vinnur það að því að útfæra þinn draum. Og vonandi á þann hátt að hann breytist ekki í martröð ef að þú hrindir honum svo í framkvæmd. Já, þú talar um það í bókinni að menn jafnvel fara stundum að stað með viðskipta hugmynd á þess að hafa gert áætlanir til telji sig þekkja markaðinn og vel. Já, það er náttúrulega mörg dæmi um það meira að segja að stór og þekkt fyrirtæki gerir slíkt. Fyrirtæki á borð við Coca-Cola sem ég starfaði nú einu sinni fyrir gerði og hefur gegnum tíðina til dæmis gert fullt af slíkum mistökum. Hver mann ekki Cherry Coke og Vanilla Coke sem að einfaldlega fann sér enga þörf í kverkum neytenda og ekkert varð úr. Þannig að við þekkjum fullt af dæmum um það að menn meira sér reyndum fyrirtækin gerir slík mistök. Við sjáum líka náttúrulega bara dæmin sem að hafa verið til umfjöllunar í fjölmiðlum hér undanförnu verkefni sem að hafa farið algjörlega úrskeiðis ekki vegna þess að það var ekki þörf fyrir lausnina, afurðina, vöruna eða þjónustuna á markaðnum, heldur vegna þess að framkvæmda hluti verksins, hann var illa unnin, ekki nógu nákvæmur, skautað fram hjá stórum þáttum sem gætu farið úrskeiðis, bragginn, Vestmega United Silicon, Vaðlaheiðargöng. Það er svo mikið af svona verkefnum þar sem menn einfaldlega vinna ekki nógu ítarlegar viðskiptaáætlanir og það getur þá og fer oft úrskeiðis af því að markaðshlutin er ekki nógu vel unnin og hinn vænta eftirspurn er ekki rannsökuð og könnuð nægilega vel og líka að framkvæmda áætlunin allt sem þarf að gera, tæknilega útfærslan að framkvæma allt sem þarf að gera, fer úrskeiðis og yfirleitt á þann hátt þá að það verður miklu dýrara en menn halda að það verði. En hefur þetta eitthvað kannski með Íslendinga að gera? Þeir séu bara ekki nógu mikið nákvæmnismenn. Þú ert nú lærður í Þýskalandi og þeir eru nú frægir fyrir að vera mjög nákvæmir. Jú, þeir eru það og þeir gera líka sín mistök og það virðist einhvern megin það er svo margt sem að maður getur lent í þegar maður er að þróa nýja afurð, vöru eða þjónustu sem að getur farið úrskeiðis. Og þess vegna er svo mikilvægt að vinna vel ígrundaða viðskiptaáætlun áður að fara af stað til þess að hafa þá allavega góða leiðarlýsingu það hvað það er sem maður þurfa að vara að sjá. Nú oft gerist það náttúrulega líka þegar menn fara og vinna viðskiptaáætlun komast bara einfaldlega niðurstöðum það að það sé ekkit viti því að fara út í þetta verkefni. Það sé bara engin þörf á markaðnum fyrir lausnina. Þeir bara finna ekkit eftirspurnarfall. Bara finna enga þörf. En svo er þetta líka hættan eins og þú nefnir í bókinni að menn fyllist ofur bjartsýni og kannski skauti fram hjá neikvæðu þáttunum. Já, en auðvitað geta menn gert það, en það er nú kannski svolítið þá í takt við það sem við upplifum svo mikið hérna fyrir hrun, að þú veist, þegar menn voru að gera Excel-líkönin reksturinn og þá eiginlega takmarkaðist bara gróðinn af breidd dálksins í Excel-líkaninu. Menn voru svo ógurlega bjartsýnir alla skapaða hluti. Og svo kom náttúrulega daginn að stór hluti af þessu gekk einfaldlega ekkert upp. Og við höfum vonandi lært heilmikið á því. Þannig að ég vona nú að menn hafi
hafi svona skynjað að það þarf að gera þetta vel, það þarf að kafa djúpt í hlutina áður maður fer að eyða peningum, tíma og peningum í eitthvað sem að kannski vonlaust ef maður skoðar það vel og í kjölinn áður maður fer á stað. Þá var náttúrulega líka mjög greiður aðgangur að lánsfjármagni en sem kannski ekki með sama hætti. Nei, það er allt öðruvísi í dag, það er allt öðruvísi og fjárfestar í dag, auðvitað einhverjar undantekningar á því en almennt séð það þannig að fjárfestar í dag, þeir gera kröfur vel unnar og ítarlegar viðskiptaáætlanir ef þú ætlar að fá þá að verkefninu. Auðvitað mjög stór þáttur í mati fjárfesta og aðkoma verkefnum teymið. Því eins og Jack Welch verkfræðingur, fyrrverandi forstjóri General Electric sagði einhvern tímann að þú getur látið frábært teymi fá svona viðskiptaáætlun eða viðskiptahugmynd og þeir munu gera eitthvað gott úr því. En ef þú lætur lélegt teymi frá frábæra viðskiptahugmynd, þá munu þau klúðra því. Þannig að teymið skiptir auðvitað miklu máli. En líka náttúrulega þessi stóri þáttur að maður sé sannfærður að það sé eitthvað þörf fyrir þessa vöru eða þjónustu sem maður hyggst þróa og að það sé, maður viti nokkurn veginn hvað það muni kosta að hrinda verkin í framkvæmd. Það með margt sem komur óvart, þú voru að lesa þetta varðandi mitt kostnað, þú varst að tala allir sem svo starfsmannakostnað. Ég held að það ekki átta mig á því hver starfsmaður kostar. Það er að segja að við kannski fáum ekki mikið út úr því og menn kannski ætla. Já, þetta hlutur sem að ég held að menn þurfi að skoða miklu betur og velta fyrir sér. Þetta stór þáttur í því hvernig við getum bætt kjör starfsfólks íslenskra fyrirtækja. En staðreyndin einfaldlega svo að fyrirtæki greiða starfsmönnum laun í 52 vikur á ári og fá starfsmanni til ráðstöfunar í svona það bil 42 vikur, 5 fara í sumarfrí og 3 í rauða daga og svona meðaltal í kringum 2 í veikindadaga, þannig að það eru 42 vikur eftir. Og starfsmaðurinn hann skilar þér kannski svona 6 tímum á dag, það fer 1 tími í mat og kaffi og 1 tími í svona að skreppa klóið og stúsast og gera ýmislegt, þá fer 6 tíma, 30 tíma á viku í 40 vikur eru 1200 tímar, þú borgar hann rúma 2000 tíma. Þannig að þú fær 66% af klukkutímanum sem greiðir starfsmanninum til ráðstöfuna til þess að skapa verðmæti. Og ég held að margir gerir sér bara ekkert grein fyrir þessu. Þetta þýðir það að kostnaður á hverja unna klukkustund á Íslandi einfaldlega mjög hár. Og það bara þannig. Nú síðan finnst launþegunum eðlilega að þeir ekki sjá þetta, en megin ástæðan fyrir því sú að vinnuveitandinn greiðir svona í kringum 15–17% ofan á launin sem fari í lífeyrissjóð og svo borgar hann tryggingagjald sem eru þá 23% ofan á launin samanlagt og alveg upp í 25% sem kostnaður fyrirtækisins sem leggst ofan á launin og svo auk þess fær fyrirtæki bara 65% af klukkutímanum sem það borgar. Þannig að manntíminn orðinn svakalega dýr. Svo tekið 6–8% af launþeganum í lífeyrissjóðinn. Þannig að það svo miklu peningar sem eru utan umslagsins sem launþeginn sér ekkert. Og ég velti oft fyrir mér og talandi nú þessa nýju skýrslu árangur lífeyrissjóðana og ávöxtun lífeyrissjóðana hvort að lífeyrissjóðirnir séu kannski að taka allt og stóran hlut af fjármunum almennings til ráðstöfunar og mér sýnist þeir nú ekkert vera náneinni afburða ávöxtun. Ég held að almenningur geti nú í mörgum tilfellum bara náð alveg jafngóðri ávöxtun sjálfur og meðal annars þessi spurning það hvað áunni sé með því að færa kannski eitthvað af þessum peningum þannig að almenningur geti ráðstafið beint inn í sín íbúðarkaup. Verður þá meiri eiginfjármyndun hjá almenningi? Verður miklu hraðar og meiri eiginfjármyndun hjá fólki á yngri árum. Já. Og það ekkert verra eiginfjármyndunin sé í íbúðarhúsnæðinu heldur hún sé inn í einhverjum lífeyrissjóð sem svo að fjárfesta og því miður oft með frekar misviturum hætti. En þú talar líka töluvert nýsköpun og kannski við tengjum þessa umræðan alltaf töluvert nýsköpun en nýsköpun líka tengt kannski mjög mikið við sprotafyrirtæki en nýsköpun ætti náttúrulega kannski á heima kannski bara í öllum fyrirtækjarekstri. Já, sko, alþjóðlega skilgreining á nýsköpun almennt séð í dag svo að nýsköpun sé allt sem lýtur að því að skapa aukin verðmæti fyrir viðskiptavini þína. Í starfandi fyrirtækjum fyrir núverandi og nýja viðskiptavini, ef þú ert að gera eitthvað alveg nýtt þá fyrir væntanlega viðskiptavini þína.
og í sprotafyrirtækjum þá snýst nýsköpunin það að þú þarft að gera allt frá grunni. Þú ert með eitthvað alveg nýtt, þú ert með nýtt fyrirtæki, nýtt fólk, nýja hugmynd, fara inn á nýjan markað, það allt nýtt hjá þér. Í starfandi fyrirtækjum að þá ertu með ansi mikið í höndunum sem þú getur nýtt til þess að ná, sem þú ert með minni áhættu. Og þess vegna hafa menn verið að horfa til þess víða í löndum í kringum okkur að það sé skynsamlegt að þar sem að menn eru, sem ég ekki alveg endilega sammála, að ríkið eigi að vera að setja alltaf mikla peninga í svona mismunandi árangusrík nýsköpunar, fjármögnun, sjóði og verkefni, því að það ekkert endilega að skila samfélagslegum árangur að gera það. Það væri kannski bara betur að lækka gjöldin á fyrirtækin, þannig að þau fengi að ráðstafa þessum peningum sjálf til sinna nýsköpunar. En í sem sagt starfandi fyrirtækjum að nýsköpun getur verið svo margt. Nýsköpun getur bara verið fyrstulega komið nýjar afurðir, þróa nýjar afurðir, dæmi Marel Össur, spretta upp úr einni hugmynd. Og það sem að ýtir nýsköpun áfram eru þarfir. Og þarfirnar mótast annars vegar af tækniþróun og hins vegar af tísku. Og ef við tökum til hans Marel Össur þá eru það fyrirtæki sem þegar þau verða til nýsköpunarfyrirtæki kringu nýja hugmynd. Og þeim hefur vegnað afskaplega vel. Og því miður höfum við ekki aðlast mörg svona sambærileg fyrirtæki. Þau koma bæði upp á svipuðum tíma, upp úr 1980. Og við höfum ekkert eignast rosalega mörg fyrirtæki sem hafa sprottið út eins og þessi tvö. Og maður spyr sig af hverju. Og það eru margar skýringar á því og ekki nógu tími til að ræða það hér. Ég hef ákveðnar skoðanir á því. En þeim hefur til dæmis farnast þetta vel og þau byggja sína nýsköpun á tækni og tækniþróun og vera alltaf vakandi fyrir öllu nýju sem að gerast. Tíska getur hins vegar líka verið aflvaki nýsköpunar. Tökum bara eins og Orf líftækni með sína dropa. Það að hluta til tískudrifin nýsköpun, þar að segja þörfin byggist á því að það sé gott að vera ekki alltaf hrökkóttur í framan. Okay. En það er hátækni fyrirtæki enga síður. Af því afurðin sem að þeir eru að þróa og framleiða, hún byggir á hátækni. Þannig að svo getum við verið með líka nýsköpun á sviðum sem að hafa með markaðinn að gera. Skilur, það getur verið, og það eru bara fyrirtæki eins og Google og Facebook eru raun og veru fyrirtæki sem eru sprottin upp í gegnum það að skapa nýja nálgun við markaðsþætti í þörfum einstaklinga. Svo getur við verið með nýsköpun í endurbæta ferla í fyrirtækjum. Marel og Össur skilgreina það til dæmis sem veigamikilsvið nýsköpunar í sínu rekstri að endurbæta ferla. Því að bættir ferlar skila bættum árangri gagnvart neytendum. Svo getur við nýsköpun í öllu sem varðar að aðfangakeðina til þín, afurðirnar frá þér, samstarfi aðra aðila, þannig að nýsköpun í dag skilgreind sem mjög vítt hugtak, en ekki bara að stofna nýtt fyrirtæki kringum nýja hugmynd. En hvar eru tækifærin í samtímanum og kannski líka, eins og þú talar í bókinni líka, að þetta er að það sem kannski einkennir frumkvöðulega að menn sjá kannski tækifæri því sem kannski almennt talað sem vandamál, eins og hækkandi lífaldur og öll þessi umhverfisvandamál í samtímanum að í þessu eru heilmikil viðskiptatækifæri. Fullt af viðskiptatækifærum allt í kringum okkur og það eru raun og veru ótæmandi brunnur tækifæri, alveg saman hvert þú lítur og það er ekki hægt að segja að þarna séu meiri tækifæri og þarna séu minni tækifæri og svo framvegis. Það er einfaldlega það sem að hugvitið nær að skapa einhverja lausn sem uppfyllir einhverja þörf, þar eru tækifæri og það er það sem maður þarf að leita eftir, að maður sé að nýta sér allt sem maður hefur til að spila úr, til þess að þróa svona lausnir sem uppfylla þarna einhverjar þarfir sem að maður getur þá farið í að leysa eða í starfandi fyrirtækjum nýtt þá umgjörð sem maður hefur til að leysa. Og horfa þess á tækifæri í því sem aðrir líta á sig vandamál. Já, það er líka veigamikið þáttur í árangri við nýsköpun. Já. En það er kannski líka, það fer ekkert mikið í samtímanum kannski fyrir umræðu framtíðina. Það er kannski svona eins og bara kannski stjórnmálumræða líka. Það er kannski eins og maður kannski horfir á stjórnmálumræðan á meginlandinu. Þar eru meira með að tala um hvernig verður umhorfs eftir 25 ár og svo framvegis. Já. Erum ekki nú mikið í framtíðinni? Nei, við Íslendingar erum ansi mikið í núinu. Það sé alltaf verið að tala um þessi skortur og núvitund, en við erum ansi mikið í núinu og ansi mikið í fortíðinni. Og okkur skortir svona sýn á það að leita með hugan meira til framtíðarinnar og tækifæra framtíðarinnar og við þurfum að gera það. Við erum auðlindadrifið samfélag, algerlega, og því miður.
og það til dæmis merkilegt að McKinsey skýrslan að hún kemur með ýmsar vísbendingar og hugmyndir það hvernig við getum farið að því að breyta þessu. Það verður ekkert gert síðan hún kom út. Stjórnvöld hafa ekki í raun og veru fylgt neinu eftir sem hefði þurft að gera til þess að ná þessum árangri sem að það er verið að tala um. Við erum afskaplega og pólitíkin mjög auðlindadrifin og auðlindadrifin samfélög verða láglaunasamfélög. Og við sjáum bara hvað Kínverjar eru að gera. Þeir eru að leggja alla áherslu á það að koma sér út úr því að vera svona auðlindadrifið samfélag. Þeir hafa fyrst og fremst verið mannauðsdrifið samfélag, en það er auðlind. En hún ekki kostað neitt, þessi auðlind. Og hún gífalegt magnafinni. Og nú eru þeir hins vegar að sjá það að ef að þeir ná ekki að byggja upp meiri þekkingu grundvallaða á tækni og tækifærum og nýta framtíðina og sjá og spá fyrir hvar þarfirnar liggja í framtíðinni og nýta tækni og tískustrauma til að þróa nýja lausnir og þá verður þeir bara áfram láglaunasamfélag. Og við erum föst þarna og það er mjög slæmt og ég hef miklar áhyggjur af því að við endum bara sem auðlindadrifið láglaunasamfélag. Við komumst vonandi út úr því. Ég vona það og samfærum það. Takk hérlega fyrir komin í þáttinn. Takk Björn, Jón Björn. Og við höldum áfram hérna loknum auglýsingum. «60 kíló af sólskinni» eftir Hallgrím Helgason er heillandi og hnífskörp Íslandslýsing það þegar nútíminn kom að landi. Snilldarlega skrifuð bók skinn og skúrir í lífi þjóðar. JPVF. Allar upplýsingar afgreiðslutíma, örugga skiladaga og almenna þjónustu í aðdraganda jóla má nálgast á póstur.is/jól. Pósturinn. Dæmisögur Esops. Öll börn elska dæmisögur Esops. Bók sem lifir með þér alla ævi. Klassískt meistaraverk. Vilt þú heilbrigðara og betra líf á náttúrulegan hátt? Orkusetrið, orkusetrið.is. Munið eftir Hóls fjallahangikjötinu. Fjallalamb, Kópaskeri. Hvernig væri að renna suður með sjó og fá sér góðan mat og góðan bjór? Fish House, Grindavík. Vönduð ljós fyrir heimilið. Rafkaup Ármúla, rafkaup.is. Starfsfólk Stólpa Gáma óskar viðskiptavinum og landsmönnum gleðilegrar hátíðar. Við minnum á hina ómótstæðilegu jólahnetusteg á Bergson Mathús. Pantanir á info@bergson.is. Njótið aðventunar. Starfsfólk okkar vinnur til klukkan 18 á virkum dögum. Vefurinn stendur vaktina eftir það. Paff. Sælu rafmagnsbílarnir sem seldust upp í fyrra náðust fyrir jól. Verð frá 15.900. Coffee and Fun á Ingólfstorgi. Já, verið velkomin aftur. Til mín eru mættir þeir Bjarni og Pétur úr Olga Vocal Quintet. Hvernig hófst þetta hjá okkur að þið ákveðið að búa til Quintet sem eru 5 söngvarar sem að syngja saman og án hljóðfæra? Akkurat. Við byrjuðum út í Hollandi. Við byggum allir saman. 5 strákar byggum saman út í Hollandi, ekki í sama húsnæði en vorum í sama skóla. Já. Og með sama söngkennaran. Og við ákveðum bara að byrja, vorum að syngja saman eftir skóla og þegar við ákveðum þetta gaman að syngja saman. Þannig eiginlega byrjaði þetta, svo þetta þróast aldeilis mikið. Og þetta er 6 ár síðan við stofnuðum hópinn, 2012. En eitthvað þótti gaman að syngja svona saman. Er ekkert flókið að setja saman 5 raddir í útfærslu á einu lagi? Jú, það getur alveg verið pínu flókið. Já. En ef að raddirnar eru, á misjöfnu raddsviði, þá getur það komið mjög vel út hins vegar. Vegna þess að þú ert með kannski rödd sem mjög lág og síðan ertu með aðra rödd sem mjög há. Og svo raddirnar
þar á milli. Þá er þetta búið til ótrúlega skemmtilegan hljóm og fallegan stundum, það er vel gert. Í rauninni bara hljómsveit algjörlega án hljóðfæra, fyrir utan raddböndin sem eru náttúrulega bara þá hljóðfærin. Já. Notist þið við einhvers konar hljóðfæri? Nei. Nei? Ekki nema, hvað heitir það? Já. En svo getum við líka hermt eftir hljóðfærum. Já, við getum gert það. Trompet og... Notum það stundum þegar við erum að syngja lög. Það er mjög skemmtilegt. Það er mjög skemmtilegt. En sko, hvaðan kom nafnið Olga Vokal? Það eiginlega bara kom upp í hendurnar á okkur. Já. Og við svona til að byrja með þóttu okkur að svolítið sniðugt og fyndið. Svo þegar við hugsaum meira það, þá var þetta allt í einu orðið bara frekar góðu nafni. Já. Þetta er líka því að ég held að fólk yfir, sko, finnst þetta svolítið sniðugt að við heitum 5 karlmenn, að við heitum konunafni. Konunafni. Já. Og hefur nafnið Olga þá enga sérstaka merkingu? Það er bara... Ekki þannig. Nei. Nei, eiginlega ekki. En sko, er þetta ykkar helsta starf? Starfið þið sem quintet, svona aðalega? Nei, ekki. Við erum allir að gera eitthvað svona samhliða. Já. Þá tengt tónlist. Þá tengt tónlist og svo eru, maður má vel að segja það. Við erum allir atvinnumenn í faginu en sko Olga er ekki okkar fulla starf. Já. Þó við værum mjög til í að hafa þetta sem fullt starf. Þetta er skemmtilega sem við gerum. Það er alveg fyrir mína höndar. Þetta er rosalega mikil vinna að koma saman svona hópi og skipuleggja tónleika og þú veist, vera með markaðssetninguna og bara allt sem kemur á hópnum sjálfir. Já. En þið eruð að gera svolítið skemmtilegt núna, þið eruð að fara að halda tónleika. Já, við erum með tónleika á föstudaginn. Já. Föstudaginn 21. desember. Já. Í Tjarnarborg á Ólafsfirði. Á Ólafsfirði? Já. Af hverju á Ólafsfirði? Söngkennarinn okkar sem var að kenna okkur út í Hollandi, hann er þaðan og hann eiginlega fékk okkur til, bauð okkur að koma á sínum tíma og síðan þá höfum við haldið tónleika á hverju ári, síðan 2013 eða ekki? Já. Það er svo gott að koma á Ólafsfjörð, við fáum góðar viðtökur, skemmtilegt fólk að syngja fyrir. Já. Ég skal trúa því. Já. En nú verði ég að fara að fá að heyra ykkur syngja. Já. Má ég bjóða ykkur að koma hérna yfir í Betrustofuna þar sem að ég var endilega til í að heyra frá ykkur. Að minnsta kosti eitthvað. Róbert. Ekkert mál. Takk hérlega fyrir komuna. Takk sem leiðis. Takk. Það verður ekki lengra að sinni þátturinn 21 hjá okkur í kvöld. Við ætlum að hlýða á undurfagra tóna hjá Olga Quintet. Takk fyrir. Gifts I'm preparing for some Christmas sharing, but apples be cold. Hanging my stocking, I can hear a knocking. Is that you, Santa Claus? Sure it's dark out, ain't the slightest spark out. Pardon my clacking jaws. Hey there, who is it? Stopping for a visit. Is that you, Santa Claus? Are you bringing a present for me? Something pleasantly pleasant for me. That's just what I've been waiting for. Would you mind slipping it under the door? Oh, winds are howling, could that be growling? My legs feel like straws. My, kindly will you reply? Is that you, Jólasveinn?
That's just what I've been waiting for. Would you mind slipping it under the door? Oh, winds are howling, could that be growling? My legs feel like straws. My mommy, my kindly reply. Is that you, Santa Claus?